Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragrautur morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Það er Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Í dag ætlum við í mat og menningu að ná okkur í grænmeti inn á Hveravelli í Reykjahverfi. Fara með það til strákanna á Sölku veitingastað á Húsavík. En við erum komin á samgöngusafnið á Ystafelli. Og hérna niðri á verkstæði er hann Sverrir að gera við hælisrútuna sem var lengst af inn á Kristnesi í Eyjafirði. Kíkum niður og skoðum nokkra bíla. Sverrir, við erum komnir að þessum dýrgrip sem var nú lengst af inn í Eyjafirði. Já, þetta er hælisrútan sem var notuð við Kristneshæli frá 47 til 64 cirka. Og hér eru þið að gera upp í ykkar allra heilagasta áður en að þessi dýrgripir verða sýningarhæfir eða hvað? Já, við erum hérna í gamla verkstæðinans pabba sem hann byggði hérna kringum 1950. Og var bara bílaverkstæði hérna fyrir sveitina. En hvað heldur að þessi margir bílar núna svona á svæðinu? Þeir eru með náttúrulega sko sýningarsali og svo eitthvað fyrir utan. Hvað er þetta svona að samtölu? Það eru cirka 100 bílar inni núna við veturinn. Já. Svo eru einhver hræ úti sem er kannski 200-300 eitthvað hleysa. Það er misjant hvernig maður telja það. 200-300? Já, ég veit ekki. En sko ég sé hérna í þessu sko fyrir og eftir að þetta er pósturinn úr þessum bíl hérna. Þetta er vinstri dyrastafurinn. Og þið eru bara að smíða hann upp úr timbri eða hvað? Já, við reynum bara að gera þetta alveg eins og þetta var í gamla daga. En voru bílar yfirleitt sko, var þessi bíl smíðaður svona á Íslandi eða kom hann? Ja, þetta er íslensk smíð, þessi var smíðaður á Akureyri. Það var bifreiða yfirbyggingarverkstæði Gríms Valdemarssonar. Var starfrækt á Akureyri í 20 ára. Var fyrst, það er svona sjallinn núna á þeim reit. Já. Svo byggði nýtt hús niður það sem að Íspann er núna niður við Hagkaup. Þannig, og hvaða árgerð var þessi? Það er smíðaður, þetta er 47 módel sannlega, 46 eða 7. Smíðaður veturinn 47-8 sannlega. Og var það algengt að menn smíðuðu bílana eftir þeir komu kannski grófur af skipinu? Það var bara keyptur undirvagn eða grind og hvalbakur og svona misjant hvort það var framrúða eða bara hvalbakurinn. Og svo bara byggt aftæðið hvort sem hann var eins og þetta var svona svipað eins og mjólkurbílarnir voru. Já. Og allar rútur voru smíðaðar á Íslandi á þessum árum. Og mikið af vörubílum. Hvað heldur þessu marga vinnustundir að baki og hvað heldur þessu marga framöndan? Við hugsaum ekkert um það. Þið teljið ekkert? Nei. Við erum bara gaman að þessu. En eigum við að kíka á kannski nokkra sem eru lengra á veg komnir? Við getum það. Nú erum við komnir að, kannski sem þú metur einn af þessum flottari eða dýrmætari hérna inni. Já, ég held að það sé nú ekki hægt að bera á móti því að þetta er sennilega einn af dýrmætustu bílum, já, ég myndi segja á landinu sko. Já. Það er sögulega séð, eða menningarlega séð. Þetta er Dixie Flyer frá 1919 sem að S-Bolín bræður og Akureyri fluttu inn. Óskar Sigurgeirsson átti hann fyrst og svo frændi hans Óskar Ósvald.
Ég var að lesa hérna í upplýsingaspjaldinu, það eru 3 svona bílar taldir vera til í heiminum. Já. Ástralíu, Texas og þessi. Norður á Íslandi. Veistur í kinn. Já. Þessi bílar voru bara framleiddir frá 1916 til 23. Verksmiðjan var bara starfrækt þá. Og örugglega ekki margir bílar framleiddir af þessari tegund. Og það talaði að séu 3 eftir. Og númerið A2, þótti mér mjög flott. Já, það er búið að fylgja þessum bíl. Þetta hafi verið... Ekki kannski alveg frá upphafið, það nú verið komin einhverju bílar áður ábyggilega. Já. En þetta var komið á hann sko sennilega 20 og eitthvað. Já. En það er allt í honum sko, nema það vantar startarann. En það ætti að vera hægt að setja hann í gang. Eitthvað smálegt. Já, þú finnur að vísu ekki startara svona út í bíkó í þennan sko. Nei. Eða bílanhöst. Nei. Þann kemur vonandi. Kíkum aðeins upp og skoðum fleira. Gjörðu svo vel. Sverrir, í hvað er ég komin núna? Þetta er bankastjórabíll frá Húsavík. Ford Zephyr Zodiac, 1955 modell. 55? Sem að Silli bankastjóri átti. Þetta var eini bíllinn hans í 30 ár. Já, hann hefur farið vel með bæði bíl og aura. Já, og þarf að vera að spreða þeim. Það er rétt. Hann gaf Þjóðminjasafninu þennan bíl þegar hann keypti sér nýjan og við gerðum svo samningu við Þjóðminjasafnið að við sýnum hann hérna, hann er, sem sagt, þeir voru bara með hann í geymslu. Já. Og núna fær fólk að sjá hann og njóta hans. Þess vegna ég ætla að þakka kærlega fyrir að sýna okkur brot af safninu og mín var ánægjan bara. Þið setjið í gang, hvernig setjið þið allt á fullt? Við reynum að opna svona seinnipartinn í maí. Fyrir svolítið eftir veðurfari en þá setjum við út og þrífum og reynum að vera klárið svona, 20. maí. Sverrir, ég ætla ekki að trufla þig meira frá hælisbílum, hann bíður upptektar. Já, hann bíður rólegur. Það er einhver handtök eftir. Já. Þakka kærlega fyrir að taka á mót okkur. Sömuleiðis, takk fyrir komuna. Páll, sæll og blessaður. Blessaður og velkomin. Nú erum við komin í þitt heilagasta hérna á Hveravöllum. Já, hérna byrjar allt saman. Hérna verða hlutirnir til? Já. Á hvað erum við að horfa hérna? Þetta eru sem sagt gúrkuplöntur. Við erum staddir hérna í uppeldishúsi þar sem við byrjum alla framleiðslu. Og þetta er sem sagt gúrkuplöntur sem munu gefa okkur gúrkur eftir einhverjar 5-6 vikur. 5 vikur sannlega. Við erum fannir að uppskera þessum plöntum. Færa þær út í sín heimkynni sem er annað gróðurhús eftir svona cirka viku. Og þetta erum við að horfa á ull hérna, steinull? Já, við látum hana byrja í steinull og það er svona þægilegt og hreinlegt ræktunarefni. Já. Þetta snýst að hafa bara eitthvað til að halda vökvanum að, eða sem sagt vatninu. Rakanum að rótinni? Já, og fá það til að róta sig vel og fær sína næring úr vatninu sem við gefum þeim. Þið búið nú þessi vel að hitanum hérna, á heita vatninu, þið eru ekki að sækja það langt? Nei, það er hérna undir okkur, þannig að það er ekki langt að fara til því. Og hvað er ferlið, segiru, 8 vikur frá? Já, þetta er svona bil 8 vikur frá sáningu þangað til að... Við getum sett þetta í salatið? Já, það er svona bil í gúrkunni. Og þið eru að rækta meira en gúrkur? Já,
Við erum í heilsársræktun erum við með gúrkur og tómata. Já. Einhverja 4 gerðir af tómatum. Og svo erum við með í sumarræktun papriku líka. Já. Og eru tómatarnir, eru þeir jafn fljótir? Þetta er nú ekki svo sem ekki mjög langur tími, 8 vikur í góða gúrku. Nei, tómatarnir eru miklu lengur. Sko. Við erum að tala helmingi lengri tíma í þeim, cirka. Þið eru með 10-12 hús, sá ég hérna? Já. Við getum farið og skoðað sem sagt svona tómata í sumarræktun sem var plantað út fyrir einhverjum 3 vikum. Já. Og sjá á hvaða stígi þeir eru. Kíkum á það. Já, takk. Hér ertu búin að setja niður í mold og hvað stoppar þetta lengi svona? Sko, hérna, við settum þessa plöntur niður fyrir svona það bil 3 vikum síðan og við erum að planið svona, við verðum að tína tómata hérna eftir svona 4-5 vikur það bil. Það fer náttúrulega aðeins eftir í svona hvernig veðráttan við okkur en hérna höfum við ekkert ljós til að hjálpa okkur og þetta er það sem við kallum svona sumarræktun. Já. Og þá setjum við plöntuna bara ofan í gólfið og hérna í febrúar og svo er tímabili fram í svona október, nóvember og þá er sísónin bara búið sko. Það er ekki að finna að sé sko hávetur hérna er heitt og rakt hérna inni og randaflugur bara á sveimi. Þær eru væntanlega að hjálpa þér aðeins til við heilbrigði plöntunar. Já, þær sjá sem sagt frjókunina, að frjóka plöntuna og það er mikið gagn að því. Annars þyrfti að handgera þetta og það þótti leiðinda að vinna. Hvað ertu að taka út úr einu svona húsi? Ertu að spá í svona... Í magni? Á magni. Við tölum þetta í fermetrum, svona kíló á fermeter og í svona húsi erum við að fá kannski 35 kíló á fermeter í þessum venjulegu tómatum. Það er mikill matur hérna? Það verður fullt af mat hérna, já. En á ársbasis, hafið þið eitthvað tekið saman hvað er að fara mörg tonn frá okkur eða? Já, þetta er svona, ef við teljum allt saman, tómata, gúrku, papriku, þá er þetta svona kringum 400 tonnir. 400 tonn á ári? Já. Það er nokkuð salat? Já, það er nokkuð salat. Og í gúrkunum kannski 400.000 stykki, sko, eitthvað svoleiðis. Já. En þetta fyrirtæki sem er utan þennan rekstur, þetta er 110 ára gamalt fyrirtæki, las ég. Já, þetta er stofnað 1904 og byrjaði í kringum kartöflur og útleigu á landi og heysölu líka. Og fór svo í ylræktina 32 og er búið að vera í því síðan, byrjaði í tómatum. Og óslitinn starfsemi? Já. Sem gerir þetta eitt af elstu fyrirtækjum landsins? Já. Það er ekki mörg eldri. Nei. En eigum við að skoða kannski afurðina eins og hún fer í salatið okkar? Já, við getum farið hérna í annað hús þar sem við sjáum þetta tilbúið. Gerum það. Páll, nú erum við komin í annað hús og hér fer nú pundið aðeins að þyngjast og stór hluti af eitthvað þessum 400 tonnum sem þið eruð að senda út á ári. Já, hérna erum við með tómata og við erum með einhverja 4 tegundir af tómatum í þessu húsi, þetta er svona blandipoka. Við erum með þessa venjulegu sem þekkjum og svo erum við með kokteltómata rauða og kokteltómata gula og svo erum við með heilsutómata. Þetta er lokastíð, þessir verða tíndir bara eftir einhverja daga eða eitthvað? Já, það er þessir sem er vel rauðir. Við reynum að tína tómatana vel rauða svo þeir séu búin að ná öllu bragðinu í sig. Og það verður tínt hérna bara slattaðast á morgun, það sem er orðið söluhæft. Og hvað er ég með hérna í þessum? Þetta er sem sagt kokteltómatur. Þetta er koktelinn. Og þessi hefði verið tíndur eftir svona 1 dag eða eitthvað svoleiðis. Þá er hann orðinn dökkrauður og tilbúinn. Svo þessi stóru sem við þekkjum kannski betur. Já, í rauninni þetta er sem sagt, þetta eru heilsutómatastórir. Já, heldur ég gæti kannski plataði að
fá aðeins í poka og við getum gert eitthvað skemmtilegt úr þessu í eldhúsinu? Það ekkert mál. Við látum við færa vinum okkar á Sölku eitthvað í poka. Það ekki. En ég ætla nú að fá aðeins að skoða mig og fá að slíta kannski í smá smakk. Það Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Guðbjartur. Sæll og blessaður. Vertu velkominn. Takk kærlega. Ég ákvað nú bara að ráðast alla leið inn í eldhús. Já. Ég hérna með grænmeti frá Hveravöllum. Já. Þetta þekki ég mjög vel. Og þið eru að höndla þetta á hverju minustu degi? Já. Frá nágrönnum ykkar? Já. Frábært grænmeti hjá þeim. Mér dreymdi og ég var nú búinn að hringja undan mér hvort að við gætum kannski elda okkur eitthvað saman. Já. Ég klár í það. Ertu maður í það? Já. Ég var búinn að taka til handaðir þorskstykki. Já. Sem að ég saltaði aðeins, létt saltaði. Ég ætla að láta þið reykja þetta og gera einn svona rétt sem við erum búin að vera að keyra á hérna á sérstaklega á sumrin. Glæsilegt. Hvernig líst þér á það? Bara yndislega. Fá að smakka ykkar besta. Já. Þetta kallar á græður. Já. Nú, það þýðir ekki að vera í peysunni inn í eldhús. Nei. Það er ómögulegt. Og með hatt og fleira, sko? Nei. Gjörðu svo vel. Við byrjum á því bara að reykja fiskinn og reykjum bara hérna tómata frá palla. Já. Og svo ætlum við að gera bara meðlætið á meðan á reykingunni stendur. Ertu klár í þetta? Alveg klárlega. En þetta ekkert mála að sko í rauninni að gera á grillinu sinni. Nei, ég meina það að fórna einn í pönnu eða jafnvel setja það. Eða ónýtum pott eða einhverju. Já. Og þú getur alltaf kveikt í og síðan er það náttúrulega að loka á grillinu. Já. Kallar þeir eru að reykja villibráðina sína og ýmislegt á bara kólagrillu eða gasgrillinu eða eitthvað. Já. Þannig að grilli getur auðvitað þarna nýjan tilgang. Já, þú þarf bara einhvað til þess að halda hráefninu frá sæinu og inn í hita ef þú ert að heitreykja. Glæsilegt. Hvað ertu að hugsa? Þú ert með svolítið sterkan reyk úr fisknum, já, sýruna úr tómatunum. Já, og einnig erum við með eplaedik í sósunni sem að svona gerir rjóman svona léttari. Sko, ef ég er að lesa þér rétt, þá er hér bacon, laukur, edik og rjómi. Já. Þetta er sósan okkar? Þetta er sósan okkar. Svo vorum við með hérna sko aðeins búin að undirbúa okkur kartöflumús. Já, og síðan er ég með sem sagt rófur sem að ég er búinn að sjóða og mauka þær
með svona karmelu í. Já. Til þess að svona fá sætu í þetta. Já. Halli, viltu ekki kíkja bara á þoskinn og sjá hvernig þetta lítur út? Þetta er nú spennandi, sko. Sjáuð, þetta er orðið akkurat. Mér sýnist það. Hann er svona stinnur og fínn. Börkur Emilsson, þú ert hérna, þú ert í gallanum eins og Guðbjartur. Já. Og nú erum við komin fram í sal í gamla kaupfélagshúsinu, þar sem að Salka veitingastaðurinn. Já, við setjum hérna í elstu verslunarhúsum kaupfélagsins. Hérna stofnuð kaupfélag 1882. Og mikið af gömlum húsum hérna í kringunni og þú ert með starfsemi, eða þið eru með starfsemi hérna í hvað, 3-4 húsum? 3 húsum sem eru byggði að elsta hús er byggt 1883. Já. Og svo annað hús sem byggt 1886 og svo þetta hús sem við sitjum hér í sem er söludeildin sem að nafn staðarins dregur að Salka, stytting á því, það er byggt 1902. Við opnuðum 8. desember 2000, búin að vera að starfa eftir síðan. Og mikið líf? Já, vissulega eins og sumarmánuðina er mjög mikið líf og fjör. Og það er svona aukast vetrartrafikkin, vetrartúrismin er aukast og við erum að svona bæta við, það er að bætast bæði í vor og haustir lengjast svona stóra tímabilið. Já. En hvað, sko, nú hefur Húsavík, það er svona eitthvað við Húsavík. Það er náttúrulega hvalaskoðurinn er að draga til sín mikið af ferðafólki og þessi sumarstemming, hvað? Já, við erum gríðarlega heppið með staðsetning og allir þessar perlur hérna í kring. Það er mjög stutt í Mývatn þar sem Námaskarð og Hveri og Mývatn með allt sitt fuglalíf og það og Dettifoss, Ásbyrgi og svo er bara þessi tenging í Akureyri, þetta er mjög stutt að fara og túrismin hefur vaxið gríðarlega hérna. Og fleiri veitingastaðir og hótel og gistiheimili sem er að byggjast hérna upp. Það eru bara veitingastaðir bara á hverju horni að verða, sko, til þess að taka á móti öllu þessu fjölda. Já, yfir sumarmánuðinn það veitir ekkert af. Við þurfum að vísa frá mörg kvöld í júlí og ágúst. Við ráðum bara ekki við meira. Það eru lúxusvandamál á ferðinni? Já, það er vissilega lúxusvandamál á ferðinni. Já, en sko við Guðbjartur, við lögðum hérna saman í smá bræðing. Já. Svona ykkar vinsalesta með smá svona tilbrigðum frá mér. Já. Og reykti tómaturinn frá Hveravöllum. Ég eiginlega sko get ekki beðið eftir að smakka hann. Ekki bara smakka hann. Og flottur. Mikið reykjabragð. Hún dregur svona fram sýrun í honum en samt svona sætubragði kemur. Og svo það sem mér fannst nú spennandi, það var rófu karmelan. Hann sagði mér líka Guðbjartur að hér væru bara á ykkar veitingastað 20.000 gestir að rúlla í gegn svona í júní, júlí, ágúst. Já, það er stærstu dagarnir slaga í 400 gesti. Já. Og það er snúningur auðvitað. Já, það þarf aðeins að taka til í hendinni, taka hendinni til þá. Já. Hafið einhverja tölur hvað er að rúlla margir í gegn í bænum? Er einhver samtala til það? Nei, hafi verið að gera talningar og þetta er yfir 100.000 mann sem túristar sem að koma hérna á hverju ári. Í bæjarfélagi sem að telur hvað? 2400. Hér er allt stappað af fólki. Já, og við bærin
hvað maður að segja, virkilega vel hannaður eins og við erum eiginlega, okkar staður er eiginlega bæði í miðbænum og hafnarsvæðinu. Það er náttúrulega lítill bær en við erum, þannig að tengingin við hafnarsvæðið og miðbæinn og svo erum við hérna beint við hliðina á Hvalsafninu. Þannig að útlendingarnir og ferðamennirnir eru ánægðir með þetta. Já. Og Hvalsafnið hefur nú líka verið að vekja gríðarlega athygli og vel sótt. Já. En ég ætla að njóta þorsksins börkur með þér og ég ætla samt að segja skál og takk fyrir að taka mót okkur. Takk fyrir. Við sjáumst næsta mánudag í Mat og menningu. Verið bless. Það er Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og hérna, koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.